MC Gauti hér með Hvolpa ást. Hver þekkir ekki góða Hvolpa ást? Fínasta lag hér hjá, þessum rappara. Klukkan orðin 4 þennan mánudaginn. Það er 13. maí og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan drottinn stýrðardaginn. Ég heils ykkur helfeskur hér, reyndar einn í stúdíónum. Bjössi þurfti að hlaupa að míga rétt áður og vorum að fara að byrja, sem var mjög steikt, en hann er nú mættur í húsan, Björn Bragi, og verður hér með mér til 6 í dag. Og við verðum í miklu stuði við strákarnir. Það eru fasti liður á sínum stað. Hér rétt og eftir er slúður. Það eru margir að bíða eftir því. Það verður rosalegt að þessu sinni. Svo ætlum við að hringja í afmælisbað dagsins sem er, DJ Muscle Boy. Það er, kraftajötuninn, engaþjálfarinn. Ég get nú ekki kallað hann leikara, ég get ekki kallað hann tónlistamann, ég hef lítinn áhuga að kalla hann DJ. En Egill Einarsson heitir hann og gengur undir nafninu DJ Muscle Boy þessa dagana. Það er alveg sama hvenær maður tala við hann, það kemst ekkert annað að heldur en þetta stuðlaga ógeð hans. Nei, ég má ekki segja ógeð þegar hann er ekki hérna til að verja sig. Það er fullt af fólki sem hefur gaman að þessari tónlist, þótt að segja ekki mín tónlist, og ég er nokkuð við sem hafa verið gaman á ballinu. En það er annar mál. Svo eru sturlaða staðreyndir á sínu stað og ég er með mjög skemmtilega sturlaða staðreyndir í dag. Ég veit ég segi þetta alltaf, en nú meina ég það. Og svo ætlum við að fara í netmisnotkunna við Bjössi og það er veisla þar, trúið mér. Það er maður sem hefur bara einu sinni verið í netmisnotkunni og Björn Bragi var að finna á Instagramun hans algjöra veislu. Og þegar ég heyrði þetta þá ló ég, en ég vildi ekki heyra of mikið því að Bjössi fer yfir þetta hér á eftir. Ekki missa því. Svo eru bara svona fasti liðir eins og venjulega á mánudögum. Ég minnst pínu skrítið að sitja hérna viðkynna. Ég vanur að hafa einhvern veginn á móti mér. Bjössi hefur verið að ljúga því að mig þegar hann sagðist fyrir að míga, það er nokkuð ljóst. Hann ætti að vera löngu kominn. En ég er helfeskur eftir helgina, veit ekki með ykkur, kæru hlustendur. Ég hef það voða notalegt. Hún var eiginlega meira svo ofróleg næstu í helgi mín. Ég var komin upp í rúm klukkan 11 á laugardagskvöldi að glápa á sjónvarpsþætti. Þannig að það verður ekki mikið rólegri en það. En maður er feskar í dag fyrir viki, maður verður að viðurkennast. Vonandi höfðu þið það gott. Ég ætla að setja hér á eitt lag, áður en Björn Bragi kemur, og það er, ég held að þetta sé orðið upp á hlæði mitt á stöðinu núna. Ég veit ég segi þetta oft, Svepp er alltaf að rakka mig niður fyrir það. En þetta lag finnst mig geggjað og hann er að koma til Íslands. Svo ég sagði ykkur aðan, kæru hlustendur, þá er þetta orðið eitt af mínum uppáhalds á stöðinni. Og munið eitthvað höfðu að kósi á hann, fyrir þetta bara ég og þið hlustendur. Það er búið að eyðileggja, Björn Bragi mættur, velkomin Bjössi. Halló hlustendur, ég er kominn. Hvað segirðu? Ég var nú bara, á stökk og kaup mér eitthvað að borða. Já, akkurat klukkan 4. Og læstist úti hérna, og þú neitaðir að opna fyrir mér. Já, ég vildi vera einn með hlustendum svona í byrjun. Mér finnst það voða kósí stundum. Já, eins og sjá má, þú veist, í kamerunni, þá var ég að búið mig til að gríða góða samloku með osti og sinnebi. Já, þannig að þú ákvæmst að grilla hana og missa opnunin á þættunum. Ég hugsaði bara að það væri allt í lagi að leyfa þér að vera einu sinni einn í opninni. Já, mér fannst það líka mjög kósí og við hlustendur náðum vel saman hann í fyrsta innkominu. Það ekki. En hann er mættur hingað, Bjössi, og þú náttúrulega missir ekkert á góðu slúðri. Nei. Ég lofaði bombu hérna í slúðurinn áðan. Það er eitthvað sem ég missi ekki af, það var slúðrið. Já, ég ætla líka að standa við þá bombu. Já. Þetta er svo sem ekki bomba, þetta er bara same old, en þetta er bara, þú veist. Þetta er alltaf sama ruglið. En við ætlum að byrja á Selena Gomez og Justin Bieber. Þau eru aftur hætt saman. Nei. Þetta er alveg ótrúlegt. Maður er í sjokki hérna aðra hverja viku. Þau byrja saman og hætta saman bara svona eins og, óhreinir drengi fara í sturtu. Þeir 3 daga fresti. Óhreinir drengi? Já, svona menn sem fara 3 daga fresti. Þetta var eitthvað skrítin líking, en ok. Já, hún bara dasta. Þú veit líka bara skrítin gaur. Já, þú fyrir í sturtu okkur minnsta degi, ekki? Já, minnstakosti einu svona dag. Já, minnstakosti, ferðu oftar en einu sinni? Stundum. Já. Ég vil vera rosalega hreinn. Þú vilt vera hreinn og sofa. Já, mjög hreinn sko. Já, en allavega þau eru hætt saman enn eina ferðina og ég veit að það er öllum drullu sama nema einhverjum Beliebers þarna. Beliebers maður. Já, og sko, við Selena Gomez sagði You better believe I'm single. Þannig að hún ákvaða að skjóta á the Beliebers out there. Wow. Já, þetta hafst mér allt og gróft. En hvað eru þeir kallaðir sem að dýrka Selena Gomez? Ég held að sé bara ekki til. Eru þeir kallaðir gómarar? Já, gómarar eða Seleners. Já.
En sko það alveg ótrúlegt og ég að taka þátt í þessari vitleysu. Hvað fólk og fjölmiðlar geta velt sér upp úr hvað einhverju 17 ára krakkar að hætta og byrja saman. Og ég ætla núna að taka ákvörðun hér í FM 95 Blu. Ég mun aldrei aftur fjalla Justin Bieber og Selena Gomez. Ég mun alveg segja ykkur slúður að Justin Bieber ef hann að gera eitthvað assir eða eitthvað svona. Ég mun aldrei aftur fjalla þau tvö. Þetta bara, ég að fatta það núna, ég skulle vera að fara að segja, ég að sjá einhverja myndir af þessum krakka hérna, þessari Selena Gomez, stendur hérna í náttúrunni einhverjum kjól voða sorgmætt, hún 18 ára og allt og mikinn pening. Heyrðu, Pétur. Ég vorkenni henni ekki raskat. Hver fór öfugu meginn fram úr í morgun? Þetta bara orðið kjánalegt. Ég ætla aldrei aftur að fjalla Justin Bieber og Selena Gomez. Þetta fyrir taugunum að lesa þetta myndina. Þetta eitthvað nýjasta myndina á Twitter, sér þetta hérna? Hún eitthvað faðmann, after on, eða eitthvað svona snuggling up. Þetta bara heimsfréttir. Já, og þetta kemst í heimspressuna. Allir, þurfum við spyrja aftur saman. Svo ég að fjalla það núna þessu aftur hætt saman. Þetta aldrei aftur. Ef að þú... Byrst afsökunum, kæri hlustendur. Maður sem búin að starfa í fjölmiðlum í 10 ár. Þetta bara fyrir taugunum. Komin á fertugsaldur, ertu ekki að flytta... 83 ára gamall, sköllóttur á FM 957 að fjallum það að þessi krakka fípsíu byrjuðu aftur saman eða hætt saman. Mér gæti ekki verið meira saman og ég ætla aldrei að fjalla þetta. En þú ert ekki að segja frá því hvað 18 ára krakkar að gera og hvort eru að byrja saman að hætta saman. Hvað ætlar þá að tala heila? Ég ætla til dæmis að segja að 15 ára sonur Will Smith, Jaden Smith, hann vill flytja út. Já, hann yngri en þau. Já, en þetta finnst mér strax skári frétti. Þetta ekki alltaf, hann var ekki að flytja heim til sín. Og já, pappans segir hann Will Smith, sem að mér finnst þetta grjótharður sko. Mittarinn? Já, mér finnst alltaf að fjalla Will Smith og hans fjölskyldu. Ok. Og ég hef ekkert á móti Selena Gomez og Justin Bieber sé ykkur lægi, en ég nenni ekki að fjalla þessa hvolp ástæðna einu sinni enn. Nei. Og já, Will Smith segist hafa alið Jaden Smith 15 ára þannig upp að hann neitar honum ekki neitt. Hann bara vill leyfa honum að gera sín eigin mistök og þannig var hann ekki alveg uppsaðan. Þannig að... En nú Will Smith mjög vel heppnað eintak af manni. Já, nákvæmlega. Og hann var ekki alveg svona upp. Nei. Skilurðu? Nákvæmlega, okkur hann ekki alveg bara upp svon sinni svo hann var alveg upp. Já, þú veist eitthvað að því að segja bara, heyrðu. Þetta góða punktur í það, því að stendur hérna í viðtalinu við Will Smith að hann fekk heraga í sínu uppeldi. Og hann er líka top notch. Já, en það er líka kannski erfitt að vera með heraga þegar þú ert að ala upp svona sirkusfjölskyldu Já. Menna, hún er 9 ára, hún er orðin fræg 9 ára dóttir og hann er orðin frægur 5 ára Já. En mér samt eitthvað fyndið við það að hann vilji flytja út núna því að mér finnst mjög stutt síðan ég sá hann leika bara einhvern polla í Karate Kid einhverjur endurgerð, hvað var hann, 10 ára þá? Já, hann var ungur sko. En allavega þá vill hann flytja út og ætlar að fá sér sína eigin íbúð. Hann er nú reyndar ekki peningavandræðum, hann var að leika núna í mynd með pappa sínum og það er í 3. sinn. Þannig að það er nóg að gera í honum, svo er hann vist orðin vinsæll rappari líka og eitthvað. Já. En verður ekki að gefa hann að þetta er töffari? Jú, en ég menna þú flytur ekkert út frá Smith-þaranum þegar þú ert bara 15 ára. Nei, sko mér lagi ekkert á að flytja út frá Will Smith. Þú myndi vilja búa hjá honum, núna. Hjá Will Smith? Já. Ég myndi flytja inn eða myndi bjóða mér það? Já. Ég myndi ekki hika það. Nákvæmlega. Ég myndi bara ringi þig, bara bjössi hvað það gera. Ég er bara hérna í FN95 bjö. Ok, ég og Will Smith ætlum að kíkja hans í smá basket. Heyrið þið gemli? Ég væri semst búin að taka við þættinum. Já, menn ég myndi búa hjá Will Smith. Þá ætti þú að sjá þáttinn. Ok. Svo ætla ég að... Hvað varst þú gamall þegar þú fluttir að heimann? Svona ef við spáum í það. Hann er 15 ára. Ég var orðinn alveg hundgamall, sko. Ég er líka ánefnilega, sko, ég á 2 eldri systur sem voru fluttur út fyrir löngu. Þannig að ég var bara svona einn í stóru húsi með mömmu og pappa. Þannig að það var ekkert mikil press á mig, sko. En hvað varstu gamall? Ég var svona 23, eitthvað. Já, 23, svona gamall. Já, ég reyndar var búinn að flytja einu svona út til Kaupmannahafnar í smástund í millitíðinni. Mér var hent bara út í djúbulögina þegar ég var 17 ára, sko. Já, þú líka vildir, sko, flytja to the big city. Nei, ég vildi þannig ekki. Nú? Foreldrar mínir skilja og flytja söður í sikkurri lagi. Ég reyndi að vera áfram á Sauðárkróki, sko. Já. En svo var það bara orðið helviti erfitt með bíl á 100% láni og í skóla, sko. Varstu bara eins og persóna í lagi með Bruce Springsteen? Það var bara, þú veist... Ég var bara einn að lappa götur Sauðárkrók, sko. Já. Nákvæmlega, vinna í versmiðinni bara... Nei, ég var í skólanum og vinna reyndar á leikskóla með. Já, búin að batna einhverja píu bara þegar þú var 16 ára og eitthvað bara... Nei, laus við það. Nei, en skuldaði allan bæ. Já, skuldaði ömmu. Þú skrifði einhvern víxil á ömmuðina fyrir einhverjum ógeðslegum Hyundai Coupe. Já, það var bíllinn, sko. Og svo skuldaði ég upp í Hlíðakaup fyrir mat, skuldaði í bakarínu fyrir mat, skuldaði Ábæ fyrir mat. Svo komst til Reykjavíkur, meikaði það og komst tilbaka með
fullan peningapóka? Ég gaf bakarínu bara pening þegar ég kom aftur. Þú keyptir bakarí þegar þú komast tilbaka? Samt, það er kláttur fyrir öllum sem að leiði mér að skrifa á síni tíma. Ég fekk reynda hvergi að skrifa svona í restina, skiljanlega. En loka slúðrið, það er af Kris Jenner og hún er að fara að byrja með sinn eigin spjallhátt. Ég nú fjallaði það hér áður. Er þetta kona sem heitir Kris Jenner? Já, þetta er mamma Kim Kardashian. Já, hún er semst eiginkona Bruce Jenner. Rétt. Ok. Hárrétt þér. Og ég var búinn að fjalla hérna í þættinum að hún var að byrja með sinn eigin spjallhátt. Já. En það er sem að vesen núna. Það hefur engin stjarna áhuga að mæta í þann þátt. Kemur óvart. Já, ég er ekki hissað maður. Hefur þið séð þess að þætti þarna? Svo leðileg maður. Þvílík frekja sko. En allavega þá er Ryan Seacrest eitthvað að reyna hjálpinni að fá stjörnurnar til að mæta til hennar, en það virðist ekki vera að hjálpa. Nei. Þannig að hún er í bölvuðu veseni og þessi þættir að byrja í júlí. Það gæti verið að þeim verði frestað áður en þeir byrja. Já, þetta er náttúrulega bara dauðadómur yfir þættinu, enginn var áhuga að koma. Já, þetta var slúðurpakki dagsins, hann var góður og þú var svolítið reiður. Ég var svolítið reiður í byrjun af því að, veistu það, þetta kom frá hjartanu að ég skildi vera að fjalla þessa úllinga enn eina ferðina þessu að hætta saman. Já. Þegar að mér gæti ekki verið meira drullu sama. Já. Fáum auglýsingar og hringjum svo í afmælisbarn dagsins sem að er Gilsenegger, eins og hann kallar sig. Við erum komin í 20.000 síma. Sæktu nýja appið og hlusta á FM 95 Blö í símanum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðinn FM 957. Sæktu appið og þá erum við komin í síman þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Plata vikunar á FM 957. Með afsláttarþrepum orkunar er í fyrsta sinn á Íslandi veittur afsláttur á eldsneyti í samræmi við eldsneytiskaup í mánuðinum á undan. Sæktu orkulykil, skráðu þig í afsláttarþrep orkunar og fáðu strax afsláttinn sem þú átt skilið. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Agent.is í samstarfið Tuborg og N1 kynna Jason Status, Temper Trap, Roixop ásamt einum stærsta plötusnúði heims, Nicky Romero á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur verið með fastan 10 króna afslátt hjá orkunni. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Taktu hálft ár í Lýðháskóla í Danmörku með líkamsrækt, kitesurfi, dansi, markþjálfun, strandblaki og ýmiss konar jaðarsporti frá fátt eitt sé nefnt. Opinn kynningafundur á þriðjudagskvöld klukkan 20 í húsakynnum ÖMFI, Sigtúni 42. Drektu í þig sumarið með ferskum og frískandi Flóridana sumarsafa. Flóridana. Lifðu vel. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Sexy, voru við ekki að segja það? Finnst það rosalega skemmtilegt lag. Já, það er eitthvað sem er í þessu. Þetta er skemmtilegt. Þetta og þarna Daft Punk. Get Lucky. Já. Þessi tvö, þetta eru svona fyrstu sumarlögin. Og líka lagið sem ég var að spila á hann, mér finnst það geggja. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you love me. Hver þarf að heyra lagið þegar hann hefur fallegu söngurinn að þína? Já, ég geti sungið þetta allt saman, en það er 13. maí í dag, sem er kannski ekki merkilegu dagur fyrir okkur Bjössa. Jú. En merkilegu dagur fyrir nokkra þarna úti. Eins og til dæmis leikarann Harvey Keitel. Já. Hann er 74 ára í dag. Vá. Já, hann er eldaskallinn. 3 árum eldri en Alex Ferguson. Já. Svo er það, blindi söngvarinn Stevie Wonder. Já. Hann er 63 ára í dag, áskorun til hamingju með það. Já. Fyrrum NBA-stjarnan Dennis Rodman er 52 ára í dag. Ok. Og svo er leikarinn Robert Pattinson úr Twilight. Já. Hvað er hann sem gamall? Hann er 27. Það er hárrétt hjá það, Björn Bragi. Takk. Svo er það DJ Muscle Boy.
E.J. Einarsson. E.J. Einarsson sem 33 í dag, 6 árum eldri en Robert Pattinson, en aðeins yngri en Harvey Keitel, og ég að heyra aðeins í afmælisbarninu, það sem ég nú mikið afmælisbarn sjálfur. Já. Ég tjekka hérna, sjá hvernig, bara fá að heyra hvernig afmælisdagur hjá DJ Muscleboy eða Agli Einarssoni. Hann nú ekki mikið jólabarn, ég veit ekki hvort hann sé mikið afmælisbarn. Hann ekki bara DJ-ast eitthvað núna? DJ-ast eða kemur ekki hvort hann sé að lifta. Halló? DJ Muscleboy? Nei, DJ Muscleboy, til hamingju með daginn. Takk fyrir það. Til hamingju. Þú ert hér í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Wow. 33 ári í dag, you're not a kid anymore, Egil. Nei, það bara svoleiðis. Ég einn af þessu sem fagnar hverju árunni. Það sveppar þetta þannig. Margir vera litlir í sér og you're getting it. I love it. Já, þú elskar að vera eldri. Já, ég sá mynd af George Clooney á 20 og 50, ógæstlur 20, 50 í ruglinn. Og sama með Sean Connery. Já, ok, þú vilt menna að þú verði fallegri með aldrinum. Það var nákvæmlega hannig. Já, ok. Það munið til Beckham 20. Ljótasti krakki sem ég séð, það við séð hann í dag, ja. Hann er reyndar ógeðslega fallegur í dag. Já, hann að... Þú vart ekki mikið að stressa þig, heyri ég. Ég klakka til þegar ég hitt 50. Já, ég líka sko... Á fyrst byrja ballið og gjöðsarmur. Ég hef séð líka myndir af þér úr fortíðinni og þú varst ógeðslegur en mjög fallegur í dag. Ég var ógeðslegur, ég var ekki. Nei, maður segir að þú varst nú ekkert ógeðslegur. Já, ég var viðbjöður. Já, ok. Ég er búin að gera þannig vel. Já. Hvenær heldur, Egil, fyrst að þú hefur ekki miklar áhyggjur af þessu 33 ára? Já. Hvenær heldur þú verður upp á þitt fallegasta? Ég held ég muni toppa 52 eða 30. Eftir það þetta fyrir allt down the shitter, held ég eftir það. Ok, þá fyrir að reyna. Reyndar, sko, Sean Connery, þið sáu The Rock. Hversu fucking sexy var hann þar? Mjög sexy. Mjög sexy, sko. En það eina sem maður þarf þetta þykka gráa hár, sko, til þess að bakka þetta vel upp. Já, auðvitað, maður getur náttúrulega ekki elst með dignity ef maður sköllóttur og ógeðslegur. Það náttúrulega segir sér sjálft. Veit ekki hvað ég að hringi þig. En hvernig afmælistagurinn hjá E.J. Einarsson, a.k.a. Muscleboy? Ég núna bara í þessu tvölu orðin í bench press með King Mike og Hjörvar Hafliða sinni. Já, að vera að henda upp back. Ég að henda með 140 kg 5x5. Já, svona afmælistaginn. Kickstarta deginu þannig. Ok, glæsilegt. Og síðan ætla ég að henda mér í, ég ætla að vaksa á mér allt shitið. Hæ? Að vaksa á mér shitið. Vaksa á þér shitið? Já, þú veist, allan líkamann. Akkur? Allt fyrir neðan bara háls. Akkur? Allt farið, allt hár, af. Af hverju í anskotunum? Út af því að það undirbúningu fyrir tanið sem ég að fara í. Ég búin að finna brúnkukrem sem the next generation of tan, sem heitir Xantan. Það ekki læg. Ég ekki að grínast í ykkur. Wow. Afmælisdagurinn þannig, það núna eins og sett bara byggjum láta að gera grínaðar, Egil. Afmælisdagurinn, þú ferð í backpressu, raka svo þar alla líkamann og berða á því brúnkukrem. Það nákvæmlega sem ég að gera. Er það sem þú ert að gera á 33 ára afmælisdegininn? Já, það spila reyndar inn í að þetta undirbúningu fyrir stöðlaðabæli með þetta fæsutæðin, sko. En hvað akkur er það með rakan líkamaður og DJ? Út af því að þú berð brúnkukrem á þig og með hár, þá festast í hárunum. Þú myndir þekkja þetta, þú átt að vera bodybuilder. Ég á ekki að vera að segja þetta. Ég mun aldrei bera á mig brúnkukrem, engar áhugjur öðru. Ég tek það veðmál. Ég lofa þér, einhver daginn verði ég með tannhanskana að bera á þig. Nei, það mun aldrei gerast. Ok, en hvernig var dagurinn í dag áður en að þú ákvæmst að fara í bekkin, rakaði líkamann og beraði brúnkukrem? Hann er búin að vera reyndislur. Næja, hann er gott. Ég fór í hádeginu hjá Tomás og Nana Tæ í faxafinni og fæk mér núðlur. Já. Það var reyndislegt. Fær svona bodybuilder eins og þú, færðu þér afmælisköku? Nei. Nammiddagurinn og sunnudagurinn með, hann var í gær, sko. Við erum að borða gulrótarköku núna. Já, og menn við erum að tala við. Það er mánudagur, sko. Já. Ég bara köku á mánudegi. Það er 3. í laugardegi. Þetta er bara, þetta er allt niður um ykkur, maður er ekki köku á mánudegum, sko. Við Bjössi lifum bara lífinu. Já, en sko, þetta er náttúrulega, ég vanalega, ég verð ekki stuðlega bara fyrst aðeins. Það veist mér ólíklegt ég verð að taka mér öll líkasáður og fara í Xantan, sko. En út af því það er svo astnægt verið hýraból að DJ-a hvítur. Það er bara kjánalegt. En tekur öll líkamsár fyrir neðan háls? Já. Undir höndum og svona líka? Björn, sko, ekki reyna, ég veit alveg að þú ert með bónaðan punkt, sko, ekki reyna að halda þig fram og setja með ykkur frumskoðana niður, sko. Ég var að pæla í bílskúrnum, sko. Ekki reyna að halda þig fram, Björn. Ég reyna ekki að heyra þetta. En undir höndunum? Það sé líka. Ok, er það ekki óþægilegt? Nei, það er óþægilegt fyrst. En rassinn?
Ég er ekki með hár raskatinu. Ég þakka Jay-Z fyrir það hverjum degi þið vakna. Ok, þetta er skemmtilegar umræðir hér í FM 9 Þetta er mjög loðir, sko, hann þarf ekki að vera í nærbuxum, sko, bara... Ég er ekki í buxum núna eins og að halda allir í sig kúrekaböksum. Ég alltaf að segja við blöð, að raka sér raskat. Hættu þessu, veistu hver eiga afmæli á sama degi og þú? Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, já, bodybuilderinn hann. Já. Líka Harvey Keitel. Wow. Stevie Wonder. Já, musician, eins og ég sagði. Nei, þú ert ekki musician. Dennis Rodman og líka afmæli. Þetta er svolítið fyndið því að þú ert pínu blandað þeim. Þú ert blindur á sjálfum að þú var svona ruglaður. Hey. Svo líka Robert Pattinson. Wow. Hann er sexy. Já, nú, þú varst að segja daginn, þið finnst hann ekki sexy, hann var hvítur og veiklulegur. Hann er sexy núna, veit hann á afmæli saman degi. Ok, en við ætlum bara svona... Ég er mest ánægð með Ronnie Coleman. Ég sé líka Romelu Lukaku er tvítugur í dag. Ná, fótboltamaður. Við ætlum bara svona að hlera afmælisbarni hvað var að gera. Ertu annars bara undirbúið fyrir stuðlaðaballið þitt? Já, gaman að, undirbúningurinn er sko, ég er ekki að ljóða okkur félagun, ég held ég sofa ekkert til fram á föstudaginn. Það er full vinn að plana a good shit party. Já, þetta, brenna disk og og selja 10 glóstik. Ég valdi 1000 lög og fara að kötta þau niður í 2,5 tíma session, þannig að ég er a perfectionist. Ætlar þú að mæta á stuðlaðaballið, Bjössi? Nei, ég er nefnilega þarf að horfa hund kúka í grafu. Þeir eru ekki bóðið þetta. Glemdi ég að segja það? Glemdi ég að segja þeir eru ekki bóðið? Hann er bara að horfa hund kúk í Breiðholtinu, þannig að hann gerðist ekki. Honum er ekki bóðið. Ég glemdi bara að senda honum SMS. Það er ekki velkomin. Hafðu það gott á afmælisdaginn. Já, ég heyri betur í ykkur. Later, bye. Bye. Þetta var afmælisbarnið Egill Einarsson. Fáum hér Bruno 957 og Smirnoff kynna í fyrsta skipti á Íslandi stuðlaga ball á Spot föstudaginn 17. maí. Gagnrýnendur eru sammála, besta ball allra tíma. Fossalar hafinn á Spot og í Sporthúsinu Kópavogi. Gerið ykkur klár! Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eysteins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Agent.is í samstarfið Tuborg og N1 kynna Hjálma, CCA, Valdimar, Jónas Sig, Ásgeir Trausta, Ólaf Arnalds, Pál Óskar, Bubba, Sign, Sólstafi, Skálmöld og hinn einu sönnu Stílort á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa af stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Fimmtudagskvöld á Stöð 2. Úrslitin ráðast í einum vinsælasta skemmtiþætti allra tíma. Fylgstu með æsispennandi loka einvígi þar sem ný stórstjarna verður valin. Bein útsending frá úrslitakvöldinu í Bandaríkjunum hér á Stöð 2. Úrslitin í American Idol 50 á Stöð 2 á miðnætti. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Já, þeir eru að hlusta á skemmti og afþreyingarþáttinn FM 95 Blö. Hér á FM 957, þið þekkið þetta. Tíðnin er 95,7. Vá, gott resmar. Og hér kemur hann, kynnir þáttarins Auðun Blöndal. Þið þekkið þetta. Kynnið þáttarins? Æ, þú veist, ég var bara svona að kynna þig eilinn. Já, ég skilja, veistu hvað erum að fara í? Má ég aðeins gíska? Sturlaðar staðarendir. Hár rétt eða Björn Bragi. Komið ykkur í stellingar, kæru hlustendur, því að við erum að fara í sturlaðar staðarendir. Sem er einmitt daglegu liður hér í þessum þætti. Já, það er náttúrulega sturluð staðarend út af fyrir sig. Já, þetta verður, ég reyndar þar að viðurkenna það, þetta verður alltaf erfiðar og erfiðara, sko. Já. Að finna 10 staðarendir sem ég ekki komið á. Það er svona þetta, ég viðurkenna alveg ef að mér finnst einhver skemmtileg og ég veit það er svona hálft ár eða ár sinni tók hana síðast. Og leiði ég stundum einni að koma sem hefur komið áður, sko. Já. Þannig að það kemur alveg fyrir. Já.
En enda held ég séu ekkert allir að núta sem hlusta á hverjum degi. Jú. Þó svo að það væri nóskandi. Já, flestir. Flestir, vonandi. En það komið hér að sturglum staðrindum og... En viltu ekki restin af gulrótarkökunni? Af... Gulrótarkökunni? Nei, klárað húnna bara. Nei, mér langar ekki hérna, sko. Ég er án góð, sko. Hér kemur fyrsta. Sir Isaac Newton dó sem hreinn sveinn. Nei. Sturglu staðrind. Þetta er eiginlega sem ég kalla bara leiðinda staðrind. Já, þetta er ekki gott fyrir hann. Strákurinn. Já, maður er einhvern veginn... Meistari. Algjör meistari. Þvílíkur meistaran Isaac Newton, maður. En allavega, já, þetta er það leiðilegt fyrir hann. En svo kemur hér, næsta. Þegar Will Ferrell, þetta fannst mér æðislegt, þegar Will Ferrell var í USC, sem er háskóli í Bandaríkjunum, klæddi hann sig oft upp sem húsvörð og fór að taka til í bekkjum hjá vinum sínum. Þannig að þetta er svo stór skóli, þannig að hann klæddi sig bara upp sem húsvörður og var að hreinsa ruslið og sópa og svona meðan að bestu vinni hans voru í tímum. Þannig að, kennararnir vissi ekkert hverju allir voru, náttúrulega í svona stórum skóla. Og var hann að fokast eitthvað í þeim þá eða? Já, bara blikka og brosa og þetta var sem mjög skemmtilegt. Já, skemmtilegur. Já, skemmtilegur strákur. Hann má eiga það, hann vil feril, hann er fyndinn. Já. Kominn tíma á einhverja góða mynd frá honum núna. Það er náttúrulega að koma Anchorman 2. Já, það er eins gott að hann verið góð. Já, það er pressa á henni. En ég hef engar á ekki öðru, sko. Hver er svona uppáhalds grínleikariðinn? Hann er alveg, ég fíla hann mjög vel, sko. Hann er top 3. Já. Mér finnst sko, þetta hefði verið mjög létt fyrir mig fyrir svona 3 árum síðan eitthvað, 4 árum. Það er bara sagt Will Ferrell, Jim Carrey og Adam Sandler. Adam Sandler í alvörunni? Jim Carrey og Adam Sandler eru með all lóðrétt niður eins og þess að dag. Já, Adam Sandler, mér finnst hann ömurlegur, sko. Ekki segja, Happy Gilmore og Billy Madison eru bara... Já, en það er komið fyrir næstu 20 árum, hann hefur ekki gert neina góða mynd síðan. Nei, það fyrir að vera svolítið erfitt að fyrirgefa honum núna, sko. En því líka perlur sem þær voru. Já. En mér finnst líka að Jim Carrey er bara miklu fyndnari náungi. Já, ég er ekki búinn að gefast upp á Jim Carrey og ég er ekki heldur búinn að gefast upp á Adam Sandler. Hann þarf bara að fara að leika einhverjar mynd sem einhver annar skrifar. Hann þarf aðeins að... Það er alltaf sama sorpið sem eru að skrifa hann hjá Madison, Happy Madison. Já, viðbjóður. En herru, næsta. Já. 80.000 manns, eru klári í One Way Ticket til Mars. Það hefur auglýst núna, svona ferðir með gameskipi til Mars. Vilt þú vera svo fyrsti sem ferð til Mars? Já. Og það eru 80.000 manns, og þetta er ekkert grín, búið að skrá sig. Já. Og eru tilbúin að fara, þó svo þessu ekki örugg með far tilbaka. En sko, vita þau að þau munu, já, ok, ég skil þig. Já, þetta er, ég sé fyrir mig svona einhverja kana sem eru búin að horfa aðeins svo mikið að bíómyndum og halda þau séu bara að fara að stofna, eitthvað svona nýjan költan á Mars og þetta er eitthvað skrítilegt, sko. Já, ég myndi neita þessu. Já. Það er nokkuð ljóst. Svo kemur hér, karlmenn ljúga til að líta betur út en konur ljúga til að særa ekki tilfinningar. Já. Sturlu staðrind, mikill munur hana. Já, sturlun. Já, þetta er algjör sturlun. Hefurðu logið, Bjössi, til að svona láta sjálfa það líta betur út? Hvernig þá? Eða þú veist svona varandi eitthvað sem er gerðið eða eitthvað svona? Já, eða bara þykist að hafa gert eitthvað eða svona bara logið svo að þú líti betur út heldur en þú ert. Ég er ekkert eitthvað að heyrði, ég var bara að donata 50.000 skall í Nei, en hefurðu logið til að... Örugglega einhvern tímann, já. Ég man samt ekki eftir því, sko, en... Ég held að allir kallmenn hafa gert það. Já. Til niður, við erum svona auðmingjar. En það er bara því að okkur þykir svo vænt konunnar. Við erum að reyna að heilla þér. Já, við erum að reyna eins og við getum, en það gengur ofta ekki sérstaklega vel. Nei, hvað ætli sé svona algengasta lygin svona til að ganga augun og konum? Það er góð spurning, sko. Já, en konur, þær eru, já, það er náttúrulega vita mál, þær eru betri manneskjur en við. Já, þið eruð yndislegar, þið þarna úti, konur. Já, mömmudagurinn í gerð. Já, maður. Þið konur eruð frábærar. Haldið áfram að vera svona æðislegar. Það er rétt, svo kemur hér... Og kveðja frá FM 9 blöð. Frá öllum þættinum. How You Remind Me með Nickelback. This is how you remind me. Var mest spilaðasta lag Bandaríkjanna síðast áratugs með yfir 1 milljón spilanir, eða hlustanir. Vá. Já. Og það er nú ekki skemmtilegasta lag sem ég heyrt. Nei, en þetta varð eins og ég segja, svona cross-promo, þetta var vinsælt á svo mörgum útastöðum. Já, ég skil þig. Þannig að þetta var spilað allstar, eins og ef við erum með Ísland til dæmis, þá væri hægt að spila þetta á X-inu, FM, Bylgjunni og ekki það að Nickelback er ekkert að gera allt vitlaust hér á Íslandi, sko. Nei, mér finnst þetta ekki skemmtileg hljómsveit. Nei, og líka Chad Kroger sem er söngvarinn í hljómsveitinni er einn svo hallaraslegast sem ég séð, sko. Já, ég veit að sköllóttur maður getur ekki gert grína hárgreiðslu mannara en ég kemst nálægt í þegar kemur að Chad Kroger. Já, ég held að flestir myndu nú kjósa þína framöver hans. Takk. En lagið,
Look at this photograph. Það fyndnasta lag og myndband sem við veitum, af því allt myndbandið bara sko, þú veist, einhver lýsing á eitthvað, this is where I went to school and this is where I, eitthvað, benda á einhverja staði. Þetta svona vídeo sem ég myndi gera á Sauðárkróki. This is where I grew up. Og myndi benda á Jöklatúnið og svona. En, Nickelback, þeir eru samt gríðarlega vinsælir í Kanada, veit ég. Enda koma þær þann. Það? Já, og voru mjög vinsælir í Bandaríkjunum. Eru ekki ennþá? Ég örugglega, sko, það er margt sem ég furða mig á við Bandaríkin og þetta eitt af því. Reyndar. Svo kemur hérna önnur staðrind sem er mjög skemmtileg. Ég fann hérna svona nokkrar celeb staðrindi fyrir þig. Já. Því að þá veistu það eru sannar. Já. Þó að Kobe Bryant myndi klúðra næstu 5.000 vítaskotum sínum, yrði hann samt með betri vítanýtingu en Shaq að hann til að leggja skona svo heiluna. Vá. Hann má klikka núna á 5.000 í röð og hann er samt með betri vítanýtingu en Shaq. Þetta er geggjus staðrind. Þetta er æðisleg staðrind. Ég hugsa alltaf þetta. Þú veist, ef þú ert eins og Shaq og fleiri, þú veist, það eru fleiri svona, sérstaklega þessi stóru svona... Dwight Howard sem er núna í Lakers, hann á ég vesinu með þetta. Já, sko, þú veist, ef þú ert að vinna við þetta, þú ert búin að vera að vinna við þetta allt þitt líf og þú ert að fá þetta milljarða, skilur, er í alvörun ekki hægt að verða aðeins betri í að nýta vitin, sko. Sko, Shaq var, ég man ekki, ég las eitthvað starf, hann væri, ég veit ekki hvað mörg þúsund stiga herri ef hann hefði skorað á vítum. Já. En málið hann er náttúrulega líka, sko, hvað ætla hann sé, 2.20 eitthvað. 2.16. 2.16, já. Og hann heldur á körfubolta eins og það sé tennisbolti. Já. Ég hef prófað að taka vítaskot á míniboltakörfu með tennisbolta. Jú, maður gæti orðið ágættur ef maður myndi æfa sig eins og maður. Er það ekki? Jó, sveimið þá. Þetta er rétt hér. Þetta er skandall. Já, þetta er skandall. Svo kemur hér, Johnny Depp er hræddur við trúða. Já, ég trúði því líka. Þú hræddur við trúða? Sko, ég hef ekki lent mikið í þeim, en ef ég væri að lenda í þeim, þá myndi ég örugglega hræddur þá. Ég held, sko, nú ætlum ég vonið ég sé ekki að særa neina trúða að núti, sem er að hlusta. Passa þér núna, það sem þú ert að segja. En ég hefði sem krakki aldrei neitt að fá trúð í afmælið mitt. Nei, ekki. Ég hef aldrei verið eitthvað trúða aðdáandi. Nei, ég skil ekki alveg hvað trúður er. Þú veist, hvað er trúður? Þetta er ekki dýr, skilurðu. Nei, þetta er bara eitthvað mannsfrík. Já, hann má að hressa og gæta. Já, og hann gerir hvorugt. Já, er þetta ekki, og sko, trúður, það er ekki fínt verið 5 ára og yngri. Það líður öllum illa að það er trúður. Leið og tórin 7 ára, þá áttu að vera vaksin upp úr trúð, fjandinn. Fyrir 7 ára, þá hlýtur að vera hræddur við hann, sant? Já, meinar. Það er eitthvað maður sem er bara málaður hvítur með eitthvað rauðar kinnar og er bara ha. En það er enginn á Íslandi held ég að vinna fyrir sig bara sem trúður. Það er ekki það mikið að gera hjá trúðum á Íslandi að þú þurfir ekki að vinna með því, sko. Herru, ég ætla að googla, ég fara hérna á já.is og góða hvort að einhverjir er með starfsheiti trúður. Tjekka það. Veitu, það er bara fullt af mönnum. Ok, þá byrst ég afsökunar. Herru, byrju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Það eru 10 inn á já.is sem eru titlaðir trúður. Veistu hvað við erum að fara að gera hér eftir í þessum þætti? Við erum að fara að ringja þetta. Já, það eru 5 konur. 5, ok. Eða 6. Já, við ringjum í þetta eftir. Við þurfum aðeins að stúdra trúðana betur. 6, 7, það eru 8. 8 trúðar á Íslandi. Nei, 8 af þeim eru konur. Já, ok. Það eru kventrúðar. Já, það er enda strax einhvern veginn skemmtilega. Það eru trúðínur. Trúðínur. Svo er það hér í skotárásinni í bíóni Colorado, mannst eftir því, þeim viðbjóð. Þá tóku 3 karlmenn kúlu við að venda kærustun sína. Og einn er að dó. Já. Það er mjög... Þetta er svona... flott. Já, það þarf ekki að ræða þetta meira. Það er hetjuskapur. Þetta er hetjur. Það er að gefa þeim það. Svo er það hér, það eru 2 eftir. Ég myndi taka kúlu fyrir þig. Nei. Jú, eða kemur gaurinn ekki gera það, Björn, og ég veit myndir ekki gera það. Eða kemur gaurinn inn og væri bara eitthvað að leita Rikka G, en myndi síðan ákvað að skjóta okkur í staðinn, eða skjóta þig, myndi stökka fyrir hann. Ég veit þú ert að ljúga. Þú myndir hlaupa út í hotn og fela það bak upp Jóns í Nóls. Nei, ég myndi stökka fyrir þig og segja hann á ekki skilað að deyja. Ég hins vegar myndi stökka fyrir þig að þú ert svo ungur. Ég myndi segja þessi maður er legend og svo myndi byrja að tellja upp alla þættina sem þú ert búin að gera. Láttu þetta legend vera. Láttu legend vera. Dreftu mig. Það eru 2 eftir. Maurar bera 100 sinnum líkamsþyngd sína. Getur borið hluti sem eru 100 sinnum þyngri en þeir sjálfir. Og getur rétt ímyndar ef að við mennirni getum það líka. Það var ekki gott. Það var ekki gott, segir Bjössi. Svo er það síðasta. 4 af hverjum 5 syngja þegar þau eru ein í bílnum. Já. Og þá spyr ég þig, Björn Bragi. Það hef ég gert oft á mörgum. Já, ég líka. Ég syng eiginlega alltaf í bílnum. Ég gerði meira því áður fyrir, sko. Nú, hvað ertu búin að minka? Veit ekki alveg. Nei. Þetta voru sturla staðreyndir. Hér eftir örskamma stund er netmisnotkunin svo ætlum við að hringi trúð
ásamt öðrum. já. En nú spyr ég eins og alltaf hvaða staðrind stóð upp úr. Ég verð bara að segja að allar staðrindina voru frábærar í dag. Þú voru 5 stjörnur. Mín uppáhalds í dag, þó að Kobe Bryant myndi klúðra næstu 5.000 vítunum sínum, er hann samt með betri vítanýtingu en Shaq. Já, gaman að því. Og mjög góðs. Fáum hér Alex Fróðutis kom með Óla Geir. Hann er þá eini sem er ekki að koma. Já, allir aðrir eru á leiðinni til Keflavíkur held ég. En Björn Bragi, ég ætla að lesa hér fyrir þig, varstu búin að lesa það sem að hún Kolbrún Bergþórsdóttir, vinkon okkar, setti í Moggann í morgun? Herri, ég var búin að heyra af því. Skrifaði grein í Morgunblaðinu Sir Alex Ferguson. Já. Og já, svona eins og ég held að hún hef alveg búist við, var allt vitlaust í fótboltaheiminum. Eða hjá svona fótboltavitlýsingum eins og okkur sjálfum. Já. Og já, fyrir þá sem eru ekki búin að lesa þetta, þá ég nennur ekki að lesa allt saman. Nei. En hún enda til dæmis á hérna. Karlmenn sem búa, hún var sem sagt hún var að skrifa það hvað hún væri óánægð með allt tuð og vælið á vinnustæðinu sínum og á Facebookinu og eitthvað að Sir Alex Ferguson, eitthvað gamalt kall, væri hættur í fótbolta. Já. Sýndi hún enga virðingu. Já. Og enda svo, hér, karlmenn sem búa í þröngum hugmyndaheimi og hafa takmarkað ímyndunarafl, láta eins og knattspyrna sé uppaf og endir alls halda annað. Sé uppaf og endir alls halda annað, já. Þeir vita ekkert að knattspyrnustjóri er bara knattspyrnustjóri og skiptir engu sérstöku máli, segir Kolbrún. Hún enda pistilinn á því að benda á að knattspyrna sé heldur ómerkilegu leikur þeirra sem ekki nenn að lesa bækur. Og þetta náttúrulega, það varð allt vitlaust hjá svona fótboltabullum sem að ég held sveimi þá og hún hefur verið að vonast eftir. Ég náttúrulega þekki Kolbrúnu mjög vel. Ég var að vinna með henni lengi. Þeir voru saman ekki á tíma? Hún er reyndar aðeins eldri en ég. Hún er að cougar. Hún náttúrulega er að grínast, sko. Hún er grínari. Já. Og ég held að þannig að hún var að vonast eftir þessum viðbröðum sem hún er að fá. Já, það held ég alveg örugglega. Sem að heitir á nútímamáli að trolla. Já. Ég held að þetta sé, þannig las ég allavega í þetta, sko. Hún er sjálf, hún fílar fótbolta, sko. Okay. Hún var alltaf að mæta og tala hverju væri kynþokkafylstir og svona vesen, sko. Nú, já. Það var náttúrulega að vinna með henni. Ég var að vinna með henni, sko. Þannig að það var svona minn skilningur að menn ætti ekki að taka pislinum alvarlega, sko. Sem var náttúrulega allt og margir hafa gerst. Akkurat, þegar hún veit hvað að eðlilega náttúrulega skiptir þessi maður og þetta allt saman fólk miklu máli. Já, ég fór ekki að gráta en ég varð meir. Já. Það var ekki annað hægt þegar hann var að kveðja. Ég get svo svarað ég varð klökkur. Já, ég trúi því. Ég meina hann náttúrulega, þetta er svona þetta er sá þjálfari sem hefur svona gert mest. Já, ég er bara búin að alast upp með honum eins og þetta sé bara eitthvað frændi minn eitthvað. Ég þekki ekkert annað þegar það kemur í United. Alex Frændi og þetta er, Manchester United er búin að risa partur bara í mínu lífi. Já. Hvort sem að það er kjánalegt eða ekki. En hefur þú íhugað að lesa bók? Ég hef lesið 5 bækur og ég skammast mér fyrir hvað ég lesi lítið. Það er allar eftir Þorbjörn Þráinsson. Nei, ég las ævisögu Kurt Cobain líka og Gauragang. Okay. Allt hitt á togi. Enda valsari. Þannig að hún svona hefði getið verið að tala til mín, vissulega. Já, þú varst reiður, þú sást þetta. Nei, ég hugsaði strax, af hverju er hún aðeins? Já. Og ég held hún hafi verið að þessu nákvæmlega til að fá það sem að kom. Já. Og maður skammast sín fyrir þessum kommentin sem maður náttúrulega detta inn á þessum fótboltasíðum eins og 433 og fótbolti.net. Bara hvað er það? Ég ætla ekki einu svona að fara með það sem að sumið segja, sko. Einmitt. Ég veit ekkert, ég er ekki að, bara rétt sá þess að frétta á þessu pistli, sko. Kannski er þetta bara asnalega pistill, sko. Það getur vel verið, en ég skil ekki hvernig fólk nennir að bara stökkva upp og brjálast yfir öllu, sko, í dag. Já, Ísland er orðið þannig. Já. En svo greiði stelpan sem að var að ræða með að hún vildi köpa sér hvítin á sunnundum. Já, nákvæmlega. Og þá er það bara orðið henni. Viðbjóðinu sem hún fékk, og það er eitt að vinna í fjölmiðlum og óska eftir athyglisíkinu og viðbjóðinu sem fylgir og með þess að eftir 11 ári í fjölmiðlum finnst mér leiðilegt að lesa svona einhver viðbjóðs kommentakerfi DF. Það er ekki tækt að venjast því einhvern veginn á svona litlu landi. En fyrir stúlku eins og hana sem var í einhverju viðtali, ég er bara með blöskra að lesa þetta og bara leið illa fyrir hennar hönd og bara Íslands hönd. Já, það er ótrúlegt hvað sumt fólk er tilbúið að láta út úr sér, sko. Fæðustu með silfurskeið í kjafti ef þú vilt fá þig hvítir með humar á sunnudegi. Nákvæmlega. Er það bara orðið? Næ, en allavega, þá held ég að henni Kollu, má ég kalla hana Kolla? Já, þú mátt það. Ég held að henni hefði tekist það sem hún ætlaði sér og við skulum fara varlega í kommentakerfinu. Okkar boðskapur er bara að fólk taki hlutunum ekki of alvarlega. Það er alltaf í lagi, sko. Og persónulega skammast ég mín ekkert fyrir að vorið meir þegar Alex Ferguson hætti. Nei, ég meina... En þetta er frændi minn, nánast pappi minn. Alex Frændi? Alex Frændi
Ferguson út að hlusta, ég elska þig. Auglýsingar, svo, já, netmisnotkunin. Wilsons.is eða í síma 581 1515. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Come in. En það komið að föstum lið sem alltaf á mánudum hér hjá okkur Bjössa og heitir netmisnotkunin. Rétt. Það engin trailer fyrir, þannig ég segi bara netmisnotkunin. Trailer fyrir eitthvað? Já, það fyrir stuðlagi hjá Gils. Komið trailer fyrir það? Já, alveg skellur, ekki heyrt hann? Nei. Það heyr hann, eða? Já. Hann reyndar aðeins svo langur, fara ekki allan. Nei. Því að ég persónulega komið hundleið á hann. Ok. En hann einhvern veginn svona. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Ég get ekki spila þetta allt, sko. Þetta algjör sturlun. En það komið að netmisnotkunni. Það ekki komið að stuðlaðinu sem betur fer, segi ég. Og Bjössi, ég að spá á ég ekki að byrja áður en að þú ferð í þína veislu. Jú, ég með svolítið ítarlega. Já, þú ert bara með veislu handa okkur í dag. Handa þjóðinni. Já. En byrja þú. Já, eins og ég sagði hlustendum hér í byrjun þáttar að þá átti ég svona eina rólegustu helgi ársins bara, svo ég með það. Ég fór ekki eins og í bíó, fór ekki út úr húsi. Nákvæmlega. Var bara heima að... Enda komið tími til. Já. Þú verið rólegur. Fínt svona inn á milli. Þetta tappan í flöskunum. Já, hann löngu komin núni. Einu sinni, svona. Já, bara hann komin for good. Nei, aldrei. Aldrei, ekki sjöls. Já, ég var sem sagt heima að horfa bara þætti í tölvunni. Já. Lá bara upp í rúmi og svo allt í hennu sá ég, þetta í fyrsta sinn sko sem ég sé þetta bara first hand koma inn á netið, það sem eitthvað sem ég ætla að taka í netmisnotkun. Sástu þetta birtast í newsfeedinu? Já, sá þetta bara koma í newsfeedinu þegar ég lá upp í rúmi og horfa á sjónvarpsþætti og var með svona opið Facebookið með. Ég skil ekki. Þá vinkon okkar, Vala Grand á jamminu. Og já, eins og ég komi nú inn á hér í síðustu viku, þá hún single, það verður ekkert á milli mála, stendur #single fyrir framann allt sem hún gerir inn á Facebookinu. En á laugardagskvöldinu þá kom allt í henni inn mynd af henni og Frikka Frígor sem nú að vinna hér á þessari stöðum og hér stendur að mynda þeim tveim, hún með eitthvað hatt í blárri blússu og hann hérna bara með puttan að gefa eitthvað písmerki. Frikki og ég í góðum gýr, hashtag, en svo setur hún orðið ekki við hashtagi eins og maður gerir, heldur bara hashtag bil, both X flash, hashtag, auðun einu enni og litlu aði, blöndar, can't touch this. Já. Þannig að hjá henni ég auðun blöndar. Heitir auðun blöndar? Ekki síðastir í vissi. Nei, ok. En ég veit ekki, sko, það sem ég fattaði ekki, hvað diss var á mig. Nei, af því að þú varst að tala hún að vera að setja single við alla myndir. Já, heldur hún að vera að meina það? Mér finnst það líklegt. Ok. Þannig að hún hafði heyrt netmisnotkuna í síðustu viku. Já, það ekki. Hún fylgist vel með. Já, svo strax daginn eftir þá var það sunnudagstaka upp fyrir auglýsingar fyrir þrumunni, hashtag hangover, hashtag drömmer, hashtag radiostation, hashtag celeb. Hérna á Facebook? Já, hún hérna. Ég skil ekki alveg þessi hashtag á Facebook. Það náttúrulega þau skilja einhver, sko. Þú átt ekki að nota hashtag á Facebook. Það þarf eitthvað að útskýra fyrir henni hvað hashtag gerir. Já. Það svona til þess að, skil ekki með, til að finna... Við segjum þetta eitthvað með tækifæri. Já. Og svo líka það nýjasta myndað henni og einhverjum Sigmari Frey. Það sem stendur, það væsir ekki kallinn á jamminu við Vala Grand. Flott myndaði með það saman. Já. Þau eru hress. En já, þetta var Vala Grand hér í netmisnotkunni. En hún ekki aðalstjarnan í dag, Björn Bragi. Ó nei, kallið minn. Heldur það King Maggi Mix, ekki satt? Jú, King Maggi Mix. Hann hérna að gera góða hluti með pick-up línur þessa dagana.
og hann að fara mikinn á Instagram. Já, þú ert að vinna með Instagram með hans núna. Já, nú erum við komnir yfir á Instagram. Hann addaði mér daginn, eða sem sagt byrjaði að followa mig á Instagram. Já. Og hann likeaði alla mynda mínar. Já, ok. Það þýðir úr því að gera góða hluti. Já, skemmtilegt svona. Það var alltaf að koma bara svona, liked your photo, Maggi Mix, liked your photo, liked your photo. Varstu ekki ánægður? Hann með svona guðlan broskall sem prófælmyndið ekki. Akkurat. En followaður þú hann ekki á móti? Jú, það held ég. Já. Það kurteisi. Það sjálfsögum. Herðu, hann að vinna mikið með svona pick-up-línur. Já. Og póstar svona einhverjum svona hálfnöktum konum alltaf við. Þú veist, það mynda á svona einhverju hálfnöktri konu. Maggi Mix. Já. Og svo kemur pick-up-lína sem ég held að séu allar komna frá honum. Hann semur þetta sjálfur, sko. Ok. Og þetta svona eitthvað, ég veit ekki, sem að kannski hægt að vinna með. Og ég ætla bara að fara yfir nokkrar. Þetta svolítið margar, ég ætla að fara yfir svolítið margar. Hvað það margar? Þær eru óteljandi, en ég ætla ekki að fara yfir þær allar, sko. Eru meir en 50 þarna? Já. Ok. Það að koma inn nokkrar á dag. Þannig að þá ég greinlega ekki með hann á Instagram því ég var það búinn að sjá hann. Er hann að spamma veginn? Nei, þú veist, ég hef gaman að þessu, sko. Ok. Þetta sko, til dæmis, ég ætla bara að taka þetta nokkrar. Já. Hefur þú skotið úr byssu? Ég nefnilega með eina í nærbuksunum sem full hlaðin ef þú ert game. Þessi eiginlega bara ógeðslega. Það? Myndir þú nota þessa eða? Ég veit ekki, svo sko stundum nú hann farin líka að þýða yfir á ensku, þú veist, svona pick-up-línunum sér. Já, af því að hann vinnur mikið með hashtökin, sko, þú veist, svona alls konar hashtök, þannig að fólk komi yfir á profílinn. Já. Og til dæmis, ef þú væri kjóll í fataverslun, myndi kjóllinn verða uppseldur í öllum fataverslunum heimsins. Eða strax orðið rómatískur. Eða á ensku, if you were a dress in the store, the dress would be sold out in all the world's clothing stores. Bittu hæg, eru jólin núna, elskan? Af hverju spyrðu? Þú ert með 2 flottar jólakúlur hangandi á þér. Já. Eða, eins og það heitir á ensku, wait, is Christmas now, sweetie? Why do you ask? You have 2 sexy Christmas balls hanging on you. Þetta er svona pick-up-línu sem Maggi Mix er að semja sjálfur? Já. Viltu fleiri? Já, kannski ein enn eða eitthvað? Ein enn, þú ert að fá svona 5 í viðbúð. Ef þú værir útvarp, þá kæmi ekkert suð frá þér. Eða, eins og það heitir á ensku, if you were a radio, it would does not come anything noise from you. Já, herru, þetta var netmistokkurinn hér. Ekki brjálaður, ég er sko rétt að byrja. Leið mér að koma nokkra Hérna er einn góð. Þetta er eitthvað sem ég geti séð fyrir mér á þú myndir nota. Hvað er með það? Veistu hvað er fallegri en augun þín? Ekkert. Já, sem mjög góð. Herru, byrju. Já. Herru, ég er hestur. Eigum að koma að ríða. Ég get verið algjör fóli í rúminu. Já, þessi er reyndar. Svo eru sumar eru svona, þú veist, aldrei svona klúrar, eins og þessi sem ég var að lesa. En svo eru sumar sem eru svolítið svona, þú veist, meira dramatic. Er bara endalaust af þessu þarna? Það er endalaust. Ok. Þú ert eins og innpökkuð gjöf. Þegar maður opnar hana fær maður fallegustu gjöf í öllum heiminum. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck, I'm searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Macklemore með lagið Thrift Shop, ætla ég að segja. En Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur hér þennan mánudaginn. Og ég ætla að spyrja þig núna, Bjössi. Ég sá statusa þegar ég vaknaði í morgun. Já. Á Facebook. Já. Yes, Eurovision vika er officially hafin. Já. Ég veit ekki hvort að fólk fer svo langt með þetta að fagna þessu alla vikuna, fjandinn. Ég veit lið sem er að fara bara út á keppnina, sko. Til Svíþjóðar? Já. Ég er endar verið ekki það hefur alltaf blundað í mig. Ég var alveg til í að fara á eina Eurovision keppni. Ég hef samt ekki valið keppnin í ár. Nei, akkur ekki. Já, út af laginu. Já, mér er svo leiðilt að vera með einhver leiðindi, en ég er ekki nóg bjartsýnn. Hvaða lagi hefur þú viljað fylgja út? Is it true? Já, því að það lendi í öðru seti. Nei, mér fannst það bara flott frá byrjun. Ok. Mér fannst það alltaf flott.
Og svo var ég líka mikill aðdáandi A Little Luck. Nei, ok, það sem ég meina ég væri til í að vera úti þegar við erum í séns með gott lag. Já, þú vilt ekki meina að við séum í séns núna? Nei, menn það 1.150 og sko alltaf Eurovision í þessari viku og hefur ekki tekið eftir því oftast svona á Íslandi þegar það komið 13. maí þá maður að heyra Eurovision-lagið á FM, maður að heyra Eurovision-lagið út allt og maður einhvern veginn orðin pumped. Ég heyri þetta lag aldrei, ég á Líf. Og við ætlum að syngja á íslensku og ég held að gæti spila inn í ég sá viðtal við hann Eyþór daginn sem hann var að tala á ensku og ég svona fór að leggja saman 2 og 2. Já, hann ekkert sleipur henni. Nei, hann gæti svona verið ástæð reyndar hefur hann verið að syngja Queen og svona, það er ógeðslega flott í honum. Já, hann alveg að geta sungið lög á ensku þó hann sé ekki góður að tala hana. Já, er það ekki? Jó, en allavega þá er ég bara ekki nóg að bjartsýn. Hvað, ert þú bjartsýn á lögakara? Ég er nefnilega búin að vera að skoða veðbankana mikið. Já, enda ertu að gambling man. Einu maðurinn í FM 95 blöð sem veðja meir en ég. Já, ég líka ég veðja mjög mikið. Mjög. Nú hef ég verið að veðja rosalega mikið og stíft upp á síðkastið. Hvað segja veðbankarnir? Ég er búin að vera að kynna mér hvað veðbankarnir er að segja. Já. Og þeir eru ekki bjartsýnir. Nei, þeir spá Dönum sigri, sá ég. Já, þeir spá Dönum öruggum sigri. Og Úkraínu. Egill spáði Þjóðverjum sigri, Kaskada, og hann er búinn að veðja á það. Er Kaskada að keppa fyrir Þýskaland? Já. Allt í lagi lag, eitthvað Glorious, það er ekki að flott og agli finnst það, sko. Glorious, hérna... Sko... En ég var ekki að spyrja út í veðbanki, ég var að spyrja þig, Björn Bragi. Hvernig finnst þér lagið Ég á Líf? Mér finnst það bara, þú veist, allt í lagi, sko. Já. Ég hef ekki mikla trúið úti. Nei, þetta er leiðilegt að segja, en það er þannig hvernig er tilfinningin hjá manni. Já, en þú veist, veðbankar segja bara að það sé, sko, þeir spáði ekki áfram upp úr riðlinum eins og ný. Okay. Og þeir segja að líkurnar á að það vinni Eurovision séu 1 á móti 201. Þú sett getur sett 1000 kall undir á Ísland. Það fær 200.000 að vinnum. Já. Það er ekki jákvætt. Nei, ég myndi gera margt annað með peningi minn heldur en veðja að Ísland myndi vinna Eurovision, ég væri samt til í að sjá okkur komast áfram. Það er svo ömulegt að vera ekki í lokakeppninu og maður er heima með Lays og Pepsi Max að horfa á þetta. Ert þú sponsorar af Lays og Pepsi Max? Við erum sko... Pepsi og Doritos. Þeir setja okkur líka langneðst af Norðurlandalögunum. Já, þetta er ekki nóg gott. En ég meina, heyrðu, veðbankarnir hafa ekkert alltaf rétt fyrir sér. Það er rétt fyrir. Og Eyþór er náttúrulega frábær söngvari. Þannig að hann getur mjög auðveldlega heillað Evrópu með stórkostlegri framkomu sinni og góðum söng. Það er rétt, hann er stórkostlegur söngvari. Já, hann er það. Topp drengur, þannig að við erum ekki að raka hann og okkur finnst lagið bara ekki alveg nóg gott. Við elskum Eyþór. Það sem að við viljum kannski segja er það að kannski hefði okkur gengið betur ef hann hefði fengið að sína meira hversu góður söngvarinn er. Þetta er Pinnudal í laginu. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð, svo ætlum við ekki að hringja í Trúð. Jú, við glemdu því. Já, ætlum að hringja í Trúð og svo ætlum að, hvað sagðir þú? Ætlum að segja mig frá einhverjum draum sem þið dreymdi nótt? Já. Ok, auglýsingar fyrst. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðtugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Launamiði Happaþrennunar gæti gefið þér 100.000 krónur á mánuði í 15 ár. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Ég endurtek í 15 ár. 16 tónn pizza með 2 álugjum, ostabrauðstangir og 2 lítrar á kók á 8 ára gömlu verði. 1890 krónur. Wilsons pizza, pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Snjallpakki frá símanum með 500 mínútum, SMS og gagnamagni fyrir allt þetta skemmtilega í lífinu á aðeins 4.990 krónur. Verð í sterkara sambandi með snjallsímanum. Síminn. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Í tilefni þess að Túborg er 140 ára í dag er happy hour á dönsku kráni á milli 8 og 9 öll kvöld fram á fimmtudag. Stór Túborg á aðeins 140 krónur. Ég endurtek, Stór Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957, topp tónlistarstöðin. Björn Bragi þolir ekki, hún situr einmitt beint á móti mér, hann Björn Bragi. Hún þolir ekki ná söngara. Er þetta söngurinn í Fun? Já. Nú, er þetta hann? Þá fattar ég. Æ, mér finnst það ekki skemmtilegur. Þegar þú þolir ekki hljómsveitina Fun. Nei. Æ, þú veist, ég þóla hann alveg, skilur við. Já, en hann fyrir eitthvað í töðunar söngurinn. Finnst það bara ekki skemmtileg rödd sem hann hefur? Nei. We've been having real good time. Já. Hún er svona pínu skrækur. Eins og Adam Levine hann í Maroon 5. Þetta er ekki aðdáandi hans? Nei. Nei, ég reyndar, hef aldrei verið aðdáandi Maroon 5, en mér finnst hann töffari samt, maður að gefa hann það. Mér finnst hann svalur sem náðingi. Hann er í The Voice og eitthvað, mér finnst það nokkuð skemmtilegt. Ég veit hann. Hefurðu? Já, hann var ekki skemmtilegur, sko. Hvað heitir hann? Nú, hvað bjóstu við að hann myndi bara bjóða þér í borðtennis og bjóður það? Já. Hann gerir það alls ekki. Hvað, heilsaði þér ekki svona? Nei, já, jú, ég tók eitthvað smá viðtal við hann. Nú, hvar? Í London. Fyrir, hérna, Monitor. Já, ok, var hann... Á þeim tíma. Var hann leiðilegur, eða? Nei, hann var bara svona þurr og nefndis ekki. Nei. En ég skil það alveg svo sem. Já. Ég var ekkert alvöru móðgæður, en þú veist... Eitthvað blaðamaður frá Íslandi. Já, þú veist, menn geta alveg verið skemmtilegir, sant? Já, við vorum ótrúlega hefnir alltaf í strákunum með viðtölu eins og... En þið voru líka svo skemmtilegir sjálfur, ég er mjög leiðilegur. Já, ok, varstu svona þurr og reyna að vera svona blaðamaður? Nei, vá. En herru, ég var að fá að senda hann brandara í þáttinn. Nú? Frá tónlistamannunum Jóni Jónssoni. John Johnson? Hann vildi koma þessum brandara á framfæri. Ok. Við íslensku þjóðina. Já. Heyrðir þú ræðarann sem var svo hátt uppi eftir sigurinn að hann þurfti að róa sig niður? Já, þetta er skemmtilegt. Hvernig gengur í tónlistinni á? Er hann ekki á réttri leið þar bara? Þannig að þetta ekkert að vera í bröndurum. En þú ætlar að segja mér líka... Þessi var góður, maður. Þú ætlar að segja mér frá einhverjum draum og þú sagði ég mætti ekki vera fúll. Varst að dreyma mig sem sagt, eða? Þú er enga ástæð að vera fúll, sko. Þetta er nefnilega... Mér dreymdi þig í nótt. Já, sem er strax mjög steikt. En... Akkur er það steikt? Þú skiptir mér rosalegu máli. En þú sagði, þú ert ekki að fíblast, þú sverði þetta, sagði. Ég sagði, mér dreymdi, já, alvöru, mér dreymdi í nótt. Okay. Og draumurinn sérst gekk út á það. Ekki einhvern viðbjóð? Nei, alls ekki, sko. Ég var ekkert að hita upp eða eitthvað. Heyrðu, hvað er að þér? Ég er að gríma. Nei, þú varst með hár í draumnum. Var ég með? Já. Á haustnum? Já. Ok, góð draumum maður. Já, og ég fór að spyrja það út í þetta eitthvað, hvað er að gerast? Og þá varstu semst með einhvers konar hárkollu. Sem þú einhver svona kona, einhver sérfræðingur hafði svona eitthvað ráðlættir með og þú lúkkaði nefnilega mjög vel. Og fattar ekki að ég væri með hárkollu? Nei, ég var bara að spyrja hvað er í gangi, af hverju þú kom með hár? Og var þetta þar raunverulega hárkolla? Ég trúði, ég veit að þú ert ekki með hár, skilur við, en þarna varstu með hár, þannig að ég vissi eitthvað var á segði. Og ég spurði út í þetta og þá var þetta semst einhver svona hárkolla sem leit mjög vel út, sko. Og mér fannst rétt að ræða þetta aðeins við þig núna í dag. Þannig að þú ætlar að fara að stríða mér á þessum draum. Stríða þér? Ég er að reyna að hjálpa þér. Nú, finnst þér ég að köpa hárkollu eða? Hefur Rígo að gera það? Já, ég meina, Sveppi bað með einhvern mann. Já, og hvað? Og það væri bara astnalegt. Nei, það er... Víst. Ég get ekki kíkt neitt, það var alltaf einhver að rífa mér hárið. Það er ömulegt, fara inn á bað og laga á mér kollin og eitthvað. Þetta er bara... Þú veist það sjálfur, það er ekki töff þegar með hárkollu. Ég held að, sko, í fyrra, þá varstu að klæða upp eins og Ron Burgundy. Já. Þá varstu með hárkollu. Í búningapartíinu. Það varst ótrúlega flottur. Finnst þér svona ljótur svona? Alls ekki. En af hverju viltu það þessi með hárkollu? Það er alveg ótrúlegt, sko. Það eru svo margir í kringum mig sem spá miklu meir í þetta en ég er búin að gefa þetta upp á bátinn. Ég veit alveg að hárið mitt er farið og kemur ekki eftir. Það er dött fyrir mér. Það gæti komið aftur. Það er bara bless. Já, nema að koma einhvern töfrapilla, maður veit aldrei. Vampíruaðferðin, manstu, sem ég var að segja frá í síðasta þætti. Já, sko, þú gerir ekki annað með ræðum í þessu sköllóttu. Vampír sem átti að vera eitthvað geðið sársaukafull að sprauta blóði í hársverðin aftur eða eitthvað. Já. En það er ekki það, kannski er einhver að hlusta það núti sem með hárkollu, sem sagt kallmaður, en ég veit það ekki, það ekki, það er ekkert töff við það. Mér finnst það töff. Ertu hreinskilinn? Mér finnst mjög gaman að vera með hárkollu sjálfum.
Já, það auðvitað, ég var alveg gaman að ég vera eins og þegar ég var Ron Burgundy í einhverju grímupartíi, þá finnst mér mjög gaman. En ímyndaður að vera ég mun pottið líka núna, í búningapartíinu mun ég pottið vera karakter sem er með hár. Ég elska að geta að setja á mig hárkollu þegar ég hef eitthvað svona, þú veist. Já. Ef ég ástæðu til, en ég myndi ekki fara að rölda bara út í ísbúð eitthvað bara með hárkolluna mín. Jú, ímyndaður ef allt árið væri eitt búningapartí á þig. Hvernig var þetta svona hárkolla sem ég myndi bara taka af allt þegar ég gef mig heim? Já. Það væri bara meðan á mér allt þegar hún svona límd á mig. Hún væri límd, en svo myndir þú taka hana af á kvöldin og sofa ekki með hana, sko. Og líma hana svo aftur á alltaf í móðana? Já. Fjandinn, nei maður. Akkur ekki? Að því. Þetta er bara... ég er búinn að sætta með þetta og ég veit svona... Ekki setja lag alveg strax á. En svona... Ræðum aðeins meira í þessu sko. En svona Rúni, hérna... Já, það er meiri líkur ég myndi fara í það. Hefur skoðað það af einhver alvöru? Já. Ok. Það er bara 2 milljónir. Við getum haft svona söfnun í þættinum. Eina sem böggar mig með Rúni, ég sé hann ofta svona í sjónvarpi og svona, ég væri til að sjá hann, ég væri til að standa bara við hliðina á honum og fá að svona renni gegnum hárið og sjá hvernig þetta er alveg upp close and personal. Já, heldur þetta sé eitthvað svona rottuhár bara? Já, gæti vel verið þetta lúki betri sjónvarpi heldur en þetta er eða þú ert bara við hliðina á einhverjum. Já. Og ef ég geti fengið að sjá þetta, og ef þetta er eins og þetta er í sjónvarpinu, þá er ég til í þetta. Já. En ég vil enda þessu umræðu sem það var að segja, mér finnst þú mjög glæsilegur. Þakka fyrir það. Alls ekki að fá þér hárkollu. Þú ert frábær sjálfur. Hérna er Kings of Leon. Þeir nota ekki hárkollu þessi strákar, en semja góða tónlist. Er ekki í einhverju ruggli bara? Söngvarinn, það var eitthvað í einhverju... Það er eitthvað svona net oasis í þeim, alltaf að rífast og eitthvað svona. Það var eitthvað tjón á söngvarannum, sko. Já, en virkilega góð hljómsveit. Það hefur ekkert komið frá þeim í langa tíma. Já, þeir gáðu plötu fyrir einhverju einu ári eða 2 árum. Hún var bara ekkert góð. Er það málið? En þessi plata þarna 2008 var náttúrulega algjör snillt. Only by the Night. Hvað segir þau? Platan sem er gáð 2008. Já. Var algjör snillt sem að inniheldur þetta lag. Já, þetta er þetta mjög gott lag. Og ég ætlaði að spyrja það, Bjössi. Nú fylgist þú vel með íslenska boltanum? Rosalega. Og hann er farin að rúlla á fullu, Pepsi-deildin. Já. Ætlarðu að fara að sjá þína menn í kvöld, Fylkir? Já, ég held það. Já, hvernig þeir voru að spila í fyrstu umferð á móti Val, hvernig voru það? Heyrðu, býtu. Ég er náttúrulega að mista þig. Þú ekki valsari? Hvernig fór það? Það fór 2-1 Val í Lautinni. Í Lautinni, já, sem er grimmt nafn á heimavelli. Já, ég reyndar náði ekki að fara á þennan leik samt, en þetta var svona, já, þetta var svolítið svekkjandi því að fylgismenn fengur rautt spjald sem að mér skilst að hafa nú samt verið réttu dómur, sko. Okay. Ég er ekki búin að segja það. Já, hann varði á línu, ég sá það. Akkurat, það var ekkit út á það að setja, en þá alveg... Breytist leikurinn. Þannig að það er alltaf svolítið svekkjandi. Þú veist, það er svekkjandi. Já, það er alltaf synd, sko, þegar enska deildin, þegar henn er að ljúka, fyrir svona fótbolta vittlisingar eins og okkur. En það er svona hjálpar að fá Pepsi-deildin inn. Og ég er líka tekið eftir, ég veit ekki hvort það sé með tilkomið Twitter að þeim er mikið þar inni. Mér finnst einhvern veginn svona áhugin á íslenska boltanum hafa aukist gríðarlega svona síðustu 2-3 ár. Með það vittlisi mér, eða er það bara því að... Ég held að áhugin hafi klárlega aukist, sko. En ég reyndar veit ekki hvort að fólk er að mæta meira á völlin, en kannski... En eins og mér finnst Pepsi-mörkin vel hefnuð og maður horfir á þau og það náttúrulega spilar inn í. En það er mikil og góð umfjöllun. Já, hún er orðin meiri. Þannig að, já, það eru 2 leikir í kvöld, ég ætla að minna þá fyrir ykkur. Það er annars vegar Ía Valur upp á Skaga. Jú. Og svo Fram Fylkir. Hvernig spáður þessum, Bjössi? Herru, ég ætla að spá því að báðir leikirnir fari jafntefli. Já, ok. Ertu búinn að spá því inn á einhverjum vefsíðum með það? Nei, það myndi ég aldrei gera. Nei, ertu ekkert eitthvað búinn að setja eitthvað pening á það? Eða? Ég myndi aldrei gera neitt slíkt. En ég sjálfsögur vonast þetta í sigri minna manna. Já. En ég held að verði hörkuleikur og ég ætla að spá honum jafntefli þó ég vonast þetta í sigri Fylkis. Ok, segðu mér hérna rétt í lokin, ef að Fylkir myndi vinna sinn leik, myndið þú tappa pening á því? Hvað, ég veit ekki hvort það gefur skín. Myndið þú tappa einhverjum pening ef að þínu menn í Fylkir vinni í kvöld? Er ég í 3. gráði yfir? Fáum smá auðlýsingar svo að lægja á leiðinu heim og ætluðu ekki að hringja í trúðu? Jú, við erum að gleyma því. Ég segi reyndar, sko, með trúðin. Ég held að við ætlum að gera eitthvað gott úr því, bara svona, undirbúða svolítið vel. Og næsta mánudag, kannski. Já, og kannski ekki endilega hringja í beinni, sko, heldur svona þess að reyna að bóka trúðin í einhverju vitleysu. Já, meina, leika okkur á trúð. Er það ekki? Já, hann er alltaf að leika sér öðrum. Já. Við erum komin í 20.000 síma.
Sæktu nýja appið og hlustaðu á FM 957 í símanum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðinn FM 957. Sæktu appið og þá eru við komin í síman þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Í tilefni þess að Túborg 140 ára í dag Happy Hour á dönsku kráni á milli 8 og 9 öll kvöld fram á fimmtudag. Stór Túborg á aðeins 140 krónur. Ég endurtek, Stór Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Snjallpakki frá Símanum með 300 mínútum SMS og gagnamagni fyrir allt þetta skemmtilega í lífinu á aðeins 3.490 krónur. Vertu í sterkara sambandi með Snjallsímanum. Síminn. Taktu hálft ár í Lýðháskóla í Danmörku með líkamsrækt, kitesurfi, dansi, markþjálfun, strandblaki og ýmiskonar jaðarsporti og fátt eitt sé nefnt. Opinn kynningafundur á þriðjudagskvöld klukkan 20 í húsakynnum ÖMFI, Sigtúnið 42. Krappís Engifjöröl kynnir. Allir leikir í beinni á risaskjá, enski og meistaradeildin. Engispöpp við Austurvöll. Miðvikudag á Stöð 2. Matreiðslumaðurinn Árni Ólafur Jónsson settist að í Borgarfirði til að rækta jörðina og kynnast öllum þeim gæðum sem Ísland hefur upp á að bjóða. Fyrsti þátturinn af Hið blómlega bú, miðvikudag á Stöð 2 klukkan 20:05. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Það var ekkert á milli mála. Þetta vinsælasta lagið á Íslandi í dag. Alveg saman hvaða útastöð þú ert að hlusta á. Alltaf þetta í spilun. Þetta yndislegt lag líka. Já, nú ég pínur hættur að geta fengið leið á því. Ég ætla að reyna að spara það hérna í mínu þætti allavega. Það er líklegt að það gerist. Já, þetta svona pínu þannig lag. Það gæti gerst. Þetta að gera svipað og I Follow Rivers með Lucky League eða hvað sem við hérna þarna. Lucky Lee í fyrra. Það var svona sumarlagi fyrra og þetta sumarlagi ár held ég. Já, en ég kom með nýjan brandara. Ekki aftur frá John Johnson. Jú. Nei, hann ekki brandarakall. Jú. Þetta eitt af besta sem að gerast í íslensku grín í dag. Hann góður ritstjóri, one hell of a singer, topp tónlistarmaður og góður að gefa fólki ráðvarandi fjármál líka. Já, og góður að sitja á bekk. Heyrðu, en þetta ekki óþarri? Já, þetta var óþarri. En hei, ef það má ekki skjóta á hana fullkona mann. Nei, menn að þú veist. Þetta ekki eins og galli í honum. hann ekki fínn í fótbolta það? Já, mjög góð. Ákveðin alltaf hann gefa. Hann kallaði hvíti Cafu. Hvíti Cafu? Þegar hann bakvörður, eins og Cafu. Já. Það þykir svipa mjög til Cafu, hins brasilíska. Já, ok. Nema hann hvítur. En okkur kemst hann aldrei í liði hjá hann og okkur hann ekki búin að fara þá eitthvað annar lið? Þetta bara pólitík, sko. En hann svona rosalega mikill F-áhangur? Hann vil freka vera á bekknum í F-áheldinu í byrjunliðinu hjá kannski? Málið Heimir Guðjóns hatar hann. Já, það eitthvað rosalega kerkja þar á milli þegar ekki. Jú, þess vegna vill hann ekki spila honum, sko. En hann ábyrjandi besti leikmaður liðsins. Já, hann var nú ekkert með að segja mér Jón Jónsson að hann væri bara eitthvað lukkutröll þarna sem var að safna pening og syngjandi fyrir klubbin en fær svo ekki að spila. Ég meina, myndirðu kalla Ronaldo lukkutröll? Cristiano Ronaldo? Já. Hvernig hægt að bera þá saman þegar hinn spilar og skorar meðan að Jón Jónsson situr á bekknum? Eins og ég sagði, þetta pólitík. Okay. En þú veist, við erum búin að fara yfir þetta allt, en sko, það veit ekki margir að grín hans helsti kostur. Hjá Jón Jónssoni? Já, að smíða brandara, sko. Ok. Nýjasti brandarinn, ef að rifja hinn brandarann fyrst? Nei, það var ekkert að rifja hann upp. Hvernig var hann aftur? Það var hérna... Með ræðumanninn eitthvað? Já, heyrðir þú ræðarann sem var svo háttu uppi eftir sigurinn að hann þurfti að róa sig niður? Já. Það var fyrsti brandarinn. Er það býðið eftir í hlægið? Já, þú veist, er það ekki það sem að gera þegar maður heyrði góðan brandara? Það er akkurat það sem að gera þegar maður heyrði góðan brandara. Heyrðu, það komið nýr. Jæja, hvað hann? Hann toppar fyrir brandarann, sko. Ok. Heyrðir þú prestinn sem var alltaf nakinn í jarðarförum? Hann vildi alltaf jarða ber. Þessi skárri. Er hann að senda þér þetta bara núna? Já. Hann meina við erum að tala saman hérna. Hann sendir líka, sko, þetta ekki ræðumadur, Öddi. Að ræðari þarf að róa. Hann að róa. Já, brandarinn samt ekki góður. Seinni brandarinn ágætur.
Mér finnst þeir báðir mjög góðir. Ég myndi sjá fyrir brandarinn sé svona 4 stjörnur. Seinni brandarinn 5 stjörnur, bara high class comedy. Það er aldrei að vita við spilum eitthvað gott lag með honum eftir. Þetta er eitt af bestu sem gerast í íslensku grín í dag. Já, hann byrjar að túra með ykkur í mið Íslandi? Já, bara sem betur fyrir ekki, því að það myndi put us all out of business. Já, þetta eru þvílíki brandara sem, er hann ekki alltaf með LOL-brandarann í Monitor? Jú, það er ekki hans. Nei, þá var fólk að skora á einhvern annan og eitthvað. Já, en það hefur verið brandarann hérna minkabúið. Sem að minka þar til að búið? Já. Já, það er ekki góð. Ég segi það góðan brandara? Þetta er allt góð brandarar, ég vil heyra hvað þú. Ok, það var kærustupar sem átti í... Mitt er alltaf bínu tónu. Já, hvað þú með? Já, það var sem sagt kærustupar sem átti í erfiðleikum í kynlífinu. Ok. Þannig að þau fara til eitthvað svona, voru búin að fara til læknis og eitthvað, þannig að þau fara til svona gúrús og gúrúin segir, já, ég er þetta með smá pælingu hérna. Já, ég set Sigur í félagann á manninum. Og svo náttúrulega set ég upp í, sem sagt, hjá vinkonunni, set ég hérna, Hvað er með? Já, bara stólu mér, hvað heitir, sem Sigurðin fer í, bara, Sigur, hvað sogast hann í? Já, ég segð þú mér það. Já, bara stál eða eitthvað. Já. Herðu, nema það, þetta er ljótur brandari, sko. Hvað er með það? Ok, og hann setur það upp í hann. Svo gengur það mjög vel og þau koma og bara, herru, hvernig gengur þetta? Bara frábærlega, þetta er allt annað mál. Þegar hann kom með Sigurinn að henni og þá náttúrulega bara fer hann upp og sogast ángað upp í, fattaru. En... Þetta er ekki fjölskyldu þáttur? Já, enda er ég ekki að segja neinn ljót orð hérna. En núna kemur hins vegar það sem er kannski pínu ljótt við þetta allt saman. Svo komaði mánuði setna til gúrúins og þá mæti bara konan og hann segir, herru, hvað er kalliðinn? Hann er í fangelsi. Nú, akkurru. Við fórum í sund. Já, hvað? Það var eitthvað 13 ára gutti með spangir hérna í stöð. Jæja, þetta var brandarinn minn. Við ætlum að fara í lagi á leiðinni heim og... Þetta er ljótu brandari. Þú var svo líka, brandarinn er góður, en þú var svo vandrarlegur þegar þú sagði það. Já, því að þetta er svona pínu tónlegt. Við ætlum að fara í lagi á leiðinni heim, það hefur verið áður og það er góð ástæði fyrir því, það er svo ógæðslega flott. Lagið heitir Funeral eða The Funeral og þetta er lagið á leiðinni heim, kæru hlustendur. Vonandi þið jafn ánægð með þá og við sitjum hér við Bjössi en ekki mikið lengur, hann er rétt og mættur hér, hann Rikki G sem ætlar að taka við okkur strákanum enda klukkan að verða 6 og við erum búin að sitja hérna síðan 4 í dag. Þú voru sannur heiður að vera með þig Bjössi. Sömuleiðis. Eins og alltaf. Ég er ennþá að hlæja brandaranniðinum. Hann er góður, ég klúður á honum aðeins, ég bara... Nei, þið leið svo illar ást að segja hann, það var svo gott. Já, mér leið illa því að, ég var allan tíman að fara að hætta við að segja hann. Já. Af því að ég mundi að hann var svolítið dörþi. Það er rosa erfitt að bakka út úr brandara þegar maður er byrjaður. Ég veit það, en það gerði ég ekki. Ég var að reyna að finna bara svona pen orð. Já. Hefnast ekki ágætlega. Jú. Það var ekki viðbjöður. Náttúrulega viðbjöður hvernig brandarinn endar, en... Já, en ég meina, þú ert bara algjör brandarakall. Veist það, ég veit þetta átt að vera hrós í þar, en mikið ofbóðslega er það ekki hrós að vera kallaði brandarakall. Nei, ég veit það. Það er ömulegt. Eitthvað til dæmis sem að þekki þig, en þekkir ekki mig og var að spyrja svona, hvernig er Öddi? Öddi, hann er algjör brandarakall. Hann er algjör brandarakall. Algjör brandarakall. Já, ok, frábært. Hvað, bara eins og sétt hálf heftur þá. En það er komið að lokum hér hjá okkur. Bjössi, þú ert ekki komið með mér í Bumbubolta með þínum vinum sem að þú dróst mig inn í á sínum tíma. Nei, ég þarf að sjá mína menn. Já. Ég þarf að mæta og sína andlegan stuðning. Þú ætlar á Fram Fylkir. Mitt lið Fylkir. Fram Fylking fóruðu, er það ekki eitthvað svona? Það er lag sem var samið af frömmurum og fylkismönnum. Saman, Fram Fylkir. Mjög gaman. Sameiginlegt stuðningslag. Ég óska, mínum mönnum í Valsurum, allsins besta upp á Skaga í kvöld. Ég þetta ekki að fara að horfa á þá? Nei, ég ætli fótbolta sjálfur, mér finnst það svo gaman. Og við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag, kæru hlustundur. Takk í alvöru, krakkar. Við myndum ekki nenni sig ef þið værið ekki að hlusta. Já, við myndum ekkert fá að vera hérna. En svo er það við Sveppi á morgun klukkan 4, takk ég vel á mútið Rikka G, hann er rétt og mættur. En veistu hvernig tilfinningu ég með fyrir kvöldun í kvöld? Segðu mér það. Ég held að verði geggja kvöld. Áfram Valur, en það er nettu skamar alltaf í mig líka, en ég get ekki haldið með mig kvöld. Þú heldur með öllum. Nei, ég held með Val og Tindastól. Heyrjumst á morgun.
Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Í tilefni þess að Túborg 140 ára í dag Happy Hour á Dönsku Kráni á milli 8 og 9 öll kvöld fram á fimmtudag. Stór Túborg á aðeins 140 krónur. Ég endurtek, Stór Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Það 8 ára gamalt verð á Wilsons pizza. Pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Vilt þú læra að búa til tölvuleik, flytja mál í dómsal, hanna burðarþol mannvirkja, stofna þitt eigið fyrirtæki eða rannsaka sálarlíf menntaskólanema? Háskólinn í Reykjavík leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði og tækni og verkfræði. Nemendur í HR í góðum tengslum við atvinnulífið og geta tekið hlut af náminu erlendis. Kynntu þeim námið á hr.is. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðja, Grensásvegi. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatahreinsun hjá efnaleginu Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða þér fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Mánudagur, ný vinnu.